Já, Beggi. Þannig líður okkur. Heyrðu bara vel, það er alltaf stuð svona þetta liti árs þegar svona nálgast þinglok og allir að fara á taugum og sá tími núna. Já, er allir að fara á taugum með það? Hvernig þetta? Það er svona... Hvernig er stemmingin? Stemmingin er svona misgóð hjá bæði þingmönnum og þingflokkum og svona en þetta svona, þetta fyrir utan síðasta þing sem að endaði nú með þeim ósköpum að sko í fyrsta skipti í áratugi tókst ekki að semja þinglok, þá gerist það nú alltaf að flokkar nái saman á endanum um það hvernig þetta skuli rammað inn undir forystu þingflokksformanna og þetta er nú svona notalegt fyrir mig einhverju marki núna að vera ekki með það í fanginu. Sigga Andersen tók við þeim bolta fyrir okkur og stendur núna í þeim slag með þingflokksformönnum stjórnarflokkana og Stefáni Vagni og Ólaf Adolfsinni. Þannig að þetta mjagast og en það er alltaf svona sérstök stemming í þinghúsinu svona á þessum lokametrum. Ekki. Og svo einhvers stað finnst eitthvað jafnvægi yfirleitt það sem svona flestir eru svona jafnvægilega ósáttir. Já, einmitt. Þetta er hans öðruvísi, sko, þessi live þættir, nú erum við raunin að fara yfir svona fréttirnar og þetta er ekki eins og hlaðvarpi ein pæling heldur meira svona pæling dagsins. Vanalega ert þú hliðin á mér. Ég ætla að prófa að hafa þetta svona því ég veit ekki alveg hvort ég fíla meira að hafa þetta svona eða að hafa þetta öfugt. Ég er til í alla tilraunastarfsemi sem þér hugnast. Já, þetta verður flott. Heyrðu, ég sé reyndar að þú ert svo dökkur maður. Ég ætla að kveikja betur ljósin hérna á þig. Hanna? Hanna? Er þetta allt annað? Þetta er allt annað maður. Ég var ekki að skilja hvað er í gangi. Og við erum live sko. Þannig að ef þið eru með einhver komment eða annað þá megiði endilega senda okkur einhverja spurningar. En byrjum á brottfarastöðinni og ríkisstjórninni. Já. Hvernig horfir þetta við þér? Hvernig heldur þetta heldur menn að hafa áhrif? Heldur að ríkisstjórnin sé komin í einhverja verri stöðu? Þetta kemur kannski ekki á óvart, svona þessi hluti samfylkingarinnar, ef við byrjum samfylkingamegin í þessu, sem að núna svona rís upp á afturlappirnar. Þetta auðvitað sá hluti hennar sem hefur verið svona, ef svo má segja undir, síðan Kristrún tók flokkin yfir með genginu sínu og þannig að það var, sko, þegar svona tækifæri gefst fyrir þennan hóp núna, rís upp á afturlappirnar, þá kemur það mér ekkert á óvart að þau geri það. En ég held að þetta sé nú svona kannski partur af því, það hefur verið svona uppsöfnuð þörf fyrir að spyrna við fótum, en síðan þetta auðvitað kannski undirstrikar að það í útlendingamálunum, það má rifja upp að Kristrún Frostadóttir sagði fyrir kosningar að hún sagði alveg fyrir sér að samfylkingin geti náð saman með miðflokknum í útlendingamálum og það þótti nú svona mörgum nokkur tíðindi því. Þannig að það virðast vera svona mikil skil þarna á milli og ég get alveg ímyndað mér að núna svona við þinglok þá mál eins og afnám áminningaskyldu opinberra starfsmanna. Það svona dálítið sami hópurinn sem reka hornin í þá afstöðu ríkisstjórnarinnar og ég get alveg svona trúaði að það þyrfti töluverðan kjark hjá Kristrúnu og kó til að klára það mál núna á lokametrunum eftir viðspyrnuna sem þau fengu í brottfararstöðvarmálinu. Já, þetta verður sko, þetta náttúrulega eins og þú nefnir með þessa gömlu samfylkingu sem að kemur okkur einhvern veginn alltaf óvart að hún sé einhvern veginn, ég veit ekki ennþá ekki lengur með tökin í flokknum og eins og virðist vera sem að koma þeim meira óvart sko. Já, þau eru alveg flabbergasted hvað það varðar. En ég held að þeim ætti að vera orðið þetta ljóst svona miðað það með hvaða svona hætti Kristrún og hennar hópur hafa svona ítti hliðar svona gamlu fulltrúum þessa arms síðustu misserum. Og líka bara það hefur verið svo, ég veit ekki, þetta líka svo sérstætt að Kristrún kemur þannig inn og það augljós pólitísk eftirspurn eftir henni. Hún segir við þurfum að taka á þessum málum, við þurfum að taka á útlendingamálum. Sagði það náttúrulega 2024 á mér og þá var náttúrulega ætti að hafa verið ljóst fyrir bæði öllum og flokknum að þetta myndi koma til með að gerast. En það samt einhvern veginn eins og að fólk var alltaf í kör bara þegar að eitthvað nýtt gerir sem að hún að setja á dagskrá sko. Já, kannski hafi ekki trúað þess alveg en síðan ég held að hafi verið meiri eftirspurn eftir því sem Kristrún sagði fyrir kosningar heldur en því sem ríkisstjórnin hefur síðan gert eftir kosningar
og enn heldur Kristrún svona ágætlega vinsældum sínum og trausti og ég held hún sé á miklu viðkvæmari stað núna heldur hún hefur verið hingað til á sínum pólitíska ferli. Og hérna talandi það, þá sjáum við hérna spá 622 milljóna halla árið 2027 og það sem að mér finnst sérstakt í þessu þegar við erum að skoða þetta og þetta er minnihluta álit Framsóknarflokksins í fjárlaganefnd vegna fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar og þá má gera á að hérna og Framsóknarmenn áætla í sínu fráviki frá áætlun byggt á nýrri hagspá Seðlabankans það verði hérna halli og það hefur komið mér svona pínu á óvart í þessu að það er búið að vera að reyna að sannfæra okkur það þetta er pínu svona eins og kjarasamningarnir munu halda kjarasamningar, þú veist, þeir eru sko forsendurnar eru löngu horfnar. Já, það blasir við. Já, og þá eru þeir samt einhvern veginn að segja sko, já, við ætlum náttúrulega að skila hérna inn hallalausum fjárlögum árið 2027. Já, þetta er náttúrulega allt komið út í mýri hjá þeim því miður og það er einhver svona sjálfsblekking, það er eins og þau séu bara þeim líði betur í þessum svona hliðarveruleika sem við birst okkur ansi oft síðustu misserin. Sjáum til dæmis núna bara eftir rúman klukkutíma, þá munum við byrja að ræða fjármálaáætlun til næstu 5 ára og frá því að hún er lögð fram og þar til núna hafa svona flestar megin forsendur hennar fallið eða breyst töluvert og það er eiginlega alveg ótrúlegt niðurlag nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar þar sem þau bara segja, það er svo sem meira og minna allt breyst eitthvað og þetta er allt eitthvað svona umhendis en hérna við höfum bara ekki tíma til að endurmeta þetta þannig að við ætlum bara að leggja hana fram óbreytta. Þetta er auðvitað bara eitthvað rugl og ég held að mín kenning er svo að þetta sé fyrir þau að geta haldið í fram að það veri lögð fram hallalaus fjárlög í annarri viku september, rúmri viku eftir ESB-kosninguna að þau geti haldið því fram yfir ESB-kosninguna. En það vita allir að þetta er rugl og fjármálaáætlunin er fallin og það verði ekki lögð hér fram hallalaus fjárlög nema þau ætli að bæta enn í hvað skattheimtu varðar. Og aukna skattheimtu og aukna gjaldtöku og nóg nú, hélt maður nú að væri komið í þeim efnum en lengi skal mannin reyna. Já, þetta verður allavega sko ég veit ekki hvort það mun endilega hjálpa þeim og svo erum við náttúrulega með þessa atkvæðagreiðslu sem að sífellt líklega verður að muni koma nei upp á hattinum sko. Ég hefur náttúrulega sagt mínum hlustendum það og þeim sem að er að hlusta að ég er ekki hlynntur því að við göngum inn í ESB og ég er ekki hlynntur að við tökum skref í þá átt og ástæðan segir einfaldlega svo bara að við erum með Draghi-skýrslur sem að segir bara berum orðum að þeir verða ósamkeppnishæfir bara til ófyrirséðar framtíðar. Sú þróun hefur verið að verða sko, eiga sér stað undanfarin ár og áratugir í raun. Sko. Akkurat og þetta mun koma til með að versna og lausnirnar reyndar sem að Draghi setur fram líka eru ekki tel ég til þess að verða þeim til velfarnaðar og þá er svo sérstakt að við segjum við ætlum að koma þann inn og við getum sagt ok, við erum með miklu betri samningsstöðu sko, því að við erum með meira hagvöxt, okkur gengur betur svona á ýmsum sviðum þannig að við getum komið að samningsborðinu og fengið svona allir góðan díl og þá hugsa ég með mér, já ok við erum samt að taka upp þetta regluverk sem að gera ósamkeppnishæfa. Ég hef nú einmitt sagt það í ræði þinginu að sko, jafnvel þó að við næðum varanlegum, fullum undanþágum í sjávarútvegshlutanum, bara við tækjum ekki upp sameiginlega fiskveiðistjórnarkerfið, þá er allt hitt raslið eftir og það er alveg nægjanlegt til þess að hlaupa frá þessu brennandi húsi og þetta er einhvern veginn þetta er óskiljanlegur tími og ég held að þetta sé bara svona partur af þessari af því hvernig viðreisn var til, hvers vegna viðreisn var til, að þessi ofur áhersla er lögð á að koma þess á núna þegar gluggi myndaðist í þessu ríkisstjórnarsamstarfi, því að þetta getur ekki verið sko svona fulltrúar viðreisnar inn á þingi og svona í baklandinu þar sem að eru nú kannski ekki til í að falla á sverðið fyrir þetta ESB-mál allt saman sko. Þeir hljóta horfa til þess að þetta geti haft verulega neikvæð áhrif á flokkin í öllu öðru tilliti heldur en ákvörðu þessu afmarkaða að fara í þessar aðlögunarviðræður. Já, nei ég eins og ég segi sko það verður mjög sérstakt að sjá svona framvindu þessa máls. Ég var nú með Pavel hérna í gær og hann stóð sér bara vel og
Ég ekki ósammála margt. Ég til dæmis að peningaprentun inn á hagkerfi sem að getur ekki þolað það mun náttúrulega valda þenslu og einhverjum ástæðum eigum við bara erfitt með að leysa Við erum enn að bíta úr nálinni með sko COVID-aðgerðum, COVID-aðgerði ríkisstjórnarinnar. Sko, við vorum væntanlega eina landi í heiminum þar sem sko kaupmáttur ókst í gegnum tímabil þar sem öðru hverju fyrirtæki var lokað eða settar takmarkanir á, sem náttúrulega stenst enga skynsemisskoðun. En þetta auðvitað það sem verið að ýta út úr kerfinu núna á síðustu árum meðal annars. Já, ég auðvitað þess að gegndarlausu útgjaldaaukningu sem varð ofan á COVID-útgjöldin. Ég verið að segja að við Íslendingar teljum okkur búa í Narníu, þar sem að við förum inn í einhver töfraskáp, þar sem að eðlislögmál jarðarinnar og efnahagslögmál eru bara ekki fyrir hendi. Já, það er alveg ljóst að bara leifstöðu bara ganga í gegnum töfraskáp og þá einhvern veginn getum við bara farið til tenni eins og við viljum í kreppu og við getum bara prentað peninginn á hagkerfið og húsnæður orðið mannréttindi og það hefur engin áhrif á framboðið og við getum einhvern veginn verið að bara tweaka allt til þannig að allir geta fengið alltaf og allt orðið mannréttindi en þó svo að þetta sé náttúrulega ekki hægt út í heimi og þá þetta hægt í Narníu sko. Þetta ég hef lengi haldið fram að núverandi ríkisstjórn búi í einhverjum hliðarveruleika og ég hef sagt sko engin veit hvað áttuðu fyrir misthefur ég hef nú ekki verið svona með þeim harðneskjulegustu í gagnrýni á fyrir ríkisstjórn sem þótt alls ekki góð vinstri stjórn Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssonar en sko það sem tók við það var miklu verra og það til dæmis bara það að eiga samtal mál sem var alltaf mögulegt í þinginu það sem menn settust niður og reynda að finna einhverja lausn á sko þessum flóknum málum það virðist þeim ekki vera svona eðlislegt þeim sem nú stýra. Nei, þetta sko ég var náttúrulega ekki að skjóta en ég meira að skjóta á Íslendinga sko. Við höfum náttúrulega hugarfarið bara sérkennilegt og það einhvern veginn þetta reddast. Já, en þetta þvert á tekjutíundir sko. Og og það mjög sérstakt eins og pínu þetta reddast sko. En það alveg hægt að hafa það hugarfar svo lengi sem að þú ert með einhvers konar sko tengsl við veruleikan og ég alveg sammálaður sko, með hliðarveruleikan. Ég heldur að ríkisstjórnin fyrri og þessi einhvern veginn þannig úr garði gerð að það vissulega rétt og góða ábending að við lifum í ákveðna hliðarveruleika. En það líka bara ákveðin eftirspurn eftir því. Við styttum vinnuvikuna 10% og sögðum talandi Narníu og sögðum þetta mun koma til með að auka framleiðni. Og við bara þetta eitthvað svo sturlað þegar maður segir þetta uppátt en þetta var bara salan og fólk keypti þetta bara bara framleiðinni mun aukast og það verður svo miklu minna umferðaröngþveiti þannig að við verðum bara meira í vinnunni og maður var bara hvað það að tala um? Já, þetta af mörgum misheppnuðum útfærslum stjórnvalda síðan ég kom inn á þing þá þetta nú sennilega það sem hefur klúðrast verst og ég einhvern veginn þegar horft á þetta núna í baksinnispeglin þessi æfing stytting vinnuvikunar þá sýnist mér á öllu að þetta bara hefði ekki getað endað öðruvísi heldur en staðan sem við stöndum frammi fyrir núna miðað við hvernig þau útfærið þetta og þetta eins og með svo margt annað að svona þegar kerfið komið að stað þá svona einhvern veginn fara svona pakkar, lausnir á einhverja sjálfstýringu og svo bara allir voða hissa hver niðurstaðan verður. Það alveg saman hvort það stytting vinnuvikunar, bygging Landspítalans þarna á þessari umferðareyjunir við Hringbraut eða hvaða skildi nú ETS-kerfið. Bara menn eru voða hissa á því að þetta allt í einu orðið áhrifin þegar það blasti við alveg frá byrjun að þau eru með þeim hætti sem nú blasa við sko. En þá það var eitt sem að ég vildi ræða líka við þig og þetta svona svolítið áhugavert sko því þetta kemur okkur líka inn á borgarmálin en þið standið í pínu krísu með það svona ímynd ykkar fyrir mjög mörgum bara því séu rasistar og homohatarar og að fólk einhvern veginn ég einhvern veginn svona ég sagt það nú nokkru þáttum sko trúir í einhver að Snorri Másson hati fólk eða ert að segja þetta út að það hentar
rosalega vel að segja að hann hati fólk til þess að þú þurfur ekki takast á við málefnilegan ágreining en þessi ímyndastjórnun óneitanlega fyrir hendi og sá núna í borgarstjórnarkosningum að þá hefur verið mikið umtalað það að fólki bara hugnast ekki að vinna með Miðflokknum. Hvernig ætlaði að rétta þetta af? Sko, ég held að kannski fyrst að segja að þá er það nú bara almenna afstaðan og bara beinlínis stefna Miðflokksins að við séum öll jöfn og það er allir að fá blómstra eins og þeir telur best henta gagnvart sínu lífi. En við höfum líka sagt bara málfrelsið verður að virða og við eigum, og ég hef sagt alla tíð að því við höfum nú verið mikið alveg frá 2017 að setja á borðið erfið mál, að við eigum að tala allt alltaf í raun. En nú ætla ég aðeins nefnilega að stíga tilbaka með þessa setningu sem ég hef sagt svona efnislega alveg frá byrjun. Að við eigum að vera óhrædd við að taka umræðum bara hvert að mál sem í deiglunni hverju sinni, jafnvel þó að sé erfitt og óþægilegt. En við þurfum auðvitað líka að sýna svona ákveðna næmni, að það er betri tími til að taka umræðum mál, flókin mál, viðkvæm, heldur en kannski rúmum mánuði fyrir kosningar. Og það er eitthvað sem að menn verða að læra af. Heldur það að vera mistök að setja fánamála á dagskrá? Ég held að það hefði verið að mörguleyti einfaldar að eiga þá umræðu í annan tíma heldur en í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. En ég ætla samt að segja, svo er það nákvæmlega það sem að nýr borgarmeirihluti gerir að fyrsta verkinu sínu. Bara akkurat að því að þetta skiptir máli hvernig við nálgumst hlutina. Og þarna eru við náttúrulega og erum svo sem bara það er ekki bara kannanir eru með okkur í feikna sterkri stöðu og bara það er ekki hægt að líta fram hjá því. En það á þessum tímapunkti eftirspurn eftir vondum fréttum á okkur til þess að svona þyrla upp ryki og við sjáum all umræð og viðbrögð við fánamálinu sem að spannst út frá ræðu Snorra þarna í þinginu á sínum tíma. Þau eru þetta alveg úr hófi við það sem að þar var sagt, en þar þurfum við líka að hafa í huga að þegar það er eftirspurn eftir vondum fréttum, þá þurfum við að vera ennþá svona þá þurfum við að gæta okkur og sýna meiri svona næmni á það hvernig tímasetningar spila inn því að það eru mál eins og þetta fánamál í heild sinni mér finnst bara alveg sjálfsagt að ræða þessi mál með yfirvegum hætti en ekki upprópunum sem urðu í kjölfar þessa og mér finnst sjálfsagt að ræða mál varða kennslu í skólum sem við erum þeirra afstöðu að eiga sér stað á forsendum kennara, menntaðra kennara eða eftir aðtökum heilbrigðisstarfsfólks í þeim hluta kennslu grunnskólabarna sem hefur nú verið hvað mest umdeildur og bara ræðum þetta allt saman því að það mun líka held ég styðja við að þeir sem að eiga við eru í kynáttunarvanda og bara þeir sem eru á einhverju viðkvæmum stað, ég held að það sé ekki þeirra hagsmunir að þetta samtal eigi sér stað í einhverjum skotgröfum. Ég held að það sé miklu betra að menn geti bara með einhverjum svona yfirvegum hætti sagt bara, ok, nú skulum við bara ræða bara þáttöku transkvenna í íþróttum. Skulum bara ræða það bara yfirvegun, er þetta skynsamlegt, eigum við að halda áfram með þessum á þeirri braut sem verið hefur, Alþjóða-Ólympíunefndin hefur sína afstöðu og þar fram til götunum, bara ræðum þetta allt saman, ræðum þetta bara yfirvegun, við skulum ekki gera það með öskrum og upprópunum korteri fyrir kosningar, svona ef ég hefði stýrt tímalínunni þá hefði við nálgast þetta þannig. Ég er ekki alveg sammálaður út af því að ég til að þetta beri svona keim af ákveðinni svona meðvirknisforskrift þess hver megi í rauninni stýra því hvað ég segi hverju sinni og ég veit þú myndir ekki taka undir það og ég held að þú takir frekar undir það sem ég er að fara að segja en hins vegar þetta svona það eru
ákveðna þættir í almennri umræðu sem orðnir svo skrýtnir út af því að það til dæmis að ég telji það ófýsilegt að konur séu að berjast við transkonur í íþróttum byggir bara á líffræðilegum staðreyndum það hvernig styrkur karla í samanburði við konur. Ég þeirra skoðunar. Já, ég veit þetta. Ég þeirra skoðunar, en það breytir því ekki að sko, við þurfum að sko geta farið í gegnum umræðu þessa þætti þannig að það sé markmiðið að ná árangri en ekki bara athygli. Já, ég sammála þar. Ég held að það sé lykilatriði og það sko fyrir okkur sem eru þessara skoðunar, þá það mótrækt hagsmunum þeirra sjónarmiða sem við stöndum fyrir að þvinga umræðuna fram á tímapunkti sem ekki hægt að eiga hana á einhverju dýft. Ég sammála þar, en að líka annað í þessu sem að ég hef meðal annars sagt við Uglu Stefáníu sem að mér finnst mjög fín. En ég sagði við hana, telurðu til dæmis að framganga þeirra sem að standa í forsvari, við getum tekið Palestínumræðinu þetta, við getum tekið transumræðu, við getum tekið Black Lives Matter umræðu, hefur aðkoma þeirra sem að segjast verið í forsvari fyrir þennan málstað bætt viðmót og það hvernig fólk hugsar þessa hluti eða hefur þetta haft neikvæðar afleiðingar? Ég held neikvæðar. Ég meina það bara svo augljóst, til dæmis og þú tekur líka Palestínumálin. Það svo augljóst að þeir forsvarsmenn sem hafa staðið fremst, fyrsta lagi þetta bara fólk sem hefur einhvern veginn hoppað á alla vagna og farið einhvern veginn að öskra alla niður sem eru með einhvers konar athugasemdir, jafnvel bara framgöngu þeirra hvernig þeir haga sér hérna á Íslandi og þá var það náttúrulega ánæður með það að sé verið að drepa börn, algjörlega svona absúrd hugmynd það hvernig fólk hugsar það hvernig þú sannfærir aðra. En þetta einhvern veginn eins og að eins og ég segi og eins og þú varst að benda á áðan, að hefur þetta að setja þetta í þessar skotgrafa hernað og einhvern veginn að og þagga niður fólk sem eru með einhverjar athugasemdir, hefur það orðið málstæðan til framdráttar? Nei, ég held að þetta hefur nefnilega einmitt sko skapað svona þessa þessa stöðu þar sem ef það hægt að tala fylkingar í þessum efnum, það auðvitað ekki rétt að lýsa því þannig, en svona þar sem sjónarmiðin sitt hvoru megin eru þannig að þetta allt samtali dálítið tekið á hnefanum þessi mál. Ég held nefnilega að ef að okkur tækist að ná umræðinu á þann stað að það væri hægt að taka hana málefnalega, hvort sem það sko, kennslu í grunnskólum, íþróttaþáttöku transkvenna, búningsklefa, öll þessi atriði sem að koma upp í umræðinu og við höfum ekkert að vera hræddum að ræða okkur að niðurstöðum. En sko, það verður held ég ekki gert að neinu viti nema okkur takist að ná samtali það sem sko samskiptin eru ekki bara heyrðu, þú ert rasisti, mannhattari, ógeðslegur eða þú lifir í einhverjum öðrum veruleika og bara allt sem þú segir rugl sko. Já, en svo líka bara þannig það í þinginu sko, málin sem vinnast best eru þau mál sem það sem sko stjórn og stjórnarandstaða eða eftir stundum eru konfliktar átök bara milli stjórnarflokkana menn sjá málin gjör ólíkum augum og þannig að en það þetta samtal sem að það ekki alveg eins spennandi í samtalsþáttum og einhverjum klippum á internetinu, en það leiðin til að komast áfram með þessi flóknumál. Sjáum til dæmis bara útlendingamálin. Við í gamla fámenna þingflokki Miðflokksins á síðasta kjörtímabili, þar sem vorum tveir, ég og Sigmundur Davíð, og vorum kallaði rasistar framan af því kjörtímabili fyrir að vilja ræða útlendingamálin efnislega, út frá bara tölfræði því sem blasti við hér heima, samanburði regluverksins á Íslandi við nágrannlönd okkar og þar fram til göttunum, hvers vegna í óskupunum sóknin til Íslands var svona mikil, ekki var það veðrið, við vitum það þó það sé gott í dag. Þannig að bara það tók tíma að koma þessari umræðu á þann stað að allir væru til í að koma að henni og ræða hana efnislega og hver var niðurstaðan þá? Það tóku meira og meira allir upp stefnu Miðflokksins. Að því okkur tókst að færa umræðun á þann stað að menn tækja hana efnislega út frá rökum, staðreyndum, tölfræði og þarfindum göttunum, ekki með einhverju gargi.
Ég er með ég veit ekki hvort ég ætla að gera þetta þátt eða hvort að ég ætla að gera þetta grein þar sem ég er að ræða með það að sem er búið að vera að gera sérstaklega svona síðan 2022 manna til dæmis í áramótaskaupinu 2022-2023 og þá er þannig Aron Kahn og Bríett og þá syngjaði eitthvað á þá leið sko að það að fólk þyrfti að muna að ef að fólki eins og þeim og þegar við vorum með náttúrulega erlenda bakgrunn var vísað á landinu að þá myndi við ekki vera þess aðnjótandi að njóta þeirra tónlistar og ég hugsaði með mér mann þegar ég sá þetta fyrst þá hugsaði ég þið viti alveg enginn er að tala þetta þú veist það og þetta sama eins og ég var að tala með Snorra hann þarf að verða eitthvað sem að hann er ekki til þess að þóknast þeim sjónarmiðum sem að þú vilt að séu helst á lofti hjá fólki að þú þarft að hafa aðra ímynd af Snorra heldur en hann er til þess að þóknast þínu narratífi og er svolítið sama með eins og útlendingamálin að þegar við erum að horfa upp á fólk sem kemur sko og ótryggar aðstæður eru nauðsyn þess að fólk fái að koma til landsins sem að þýðir það er að koma úr umhverfi sem að skapar ótryggar aðstæður sem þýðir það er eitthvað menningarlegt í gangi þar sem þetta fólk kemur þá á það ekki að koma okkur á óvart að afbrotatíðni eða annað sé í meira mæli hjá því fólki sem að kemur og þetta er bara óþældaræða að sjálfsögðu en það þýðir ekki að málið leysist með því að sleppa því að ræða þetta. Nei, þetta er kannski einmitt ákvarðat það sem ég hef verið að segja að bara sko leiðin að lausn, góðri lausn í, við leiðum mér að segja, nú er ég að hugsa upp átt, en ég held ég get sagt í öllum málum, er sérstaklega þeim flóknu, er að menn geti rætt hlutina eins og þeir eru. Og við sjáum, Danir hafa til dæmis verið mjög góðir í að halda utan tölfræði þessum efnum. Og tölfræði, hvað var þar, svona samanburð, afbrotatíðni ýmsu flokka, bæði út frá þjóðerni og síðan brotaflokkum og þarfmyndugötunum. Hún er sjokkerandi. Þú nú vafalaust séð þetta. Og ég spyr, hvers vegna veigurum við okkur við að halda utan þetta með sama hætti hér heima? Til þess einmitt að við getum tekið umræðuna á einhvernum skynsamlegum forsendum og með gögnum og líka til þess að því að ég held að það sé partur af því að gera vel við þá sem við bjóðum að komingað sem í raunverulegri neyð. Það að við færumst ekki mikið í fang og partur af því þá að reyna einhvern veginn að hafa stýringa á þessu, að ráða hverjir það eru sem við bjóðum hingað til aðstóða og hjálpa þeim þá með raunverulega aðluguna samfélaginu. Ekki bara láta atvikast einhvern veginn eins og hefur verið undanfarin ár. Nei. Og eins og við sjáum þá er þetta náttúrulega eitthvað sem að Danir hafa tekið saman og þannig til dæmis eins og... Ég vil segja að þetta var ekki undirbúið hjá okkur og þú tilbúið með danska glæru. Nei, ég er fljótur til og þetta eins og ég segi, þú veist, 12 sinnum líklegri 20 sinnum, þetta alveg svona óþægilega tölur og fólk segir, já, nei, þú þarf að taka til greina sko fátækt og annað og þá einhvern veginn lagast þessar tölur sem að reyndar gera ekki jafnvel þegar að tekjutíðindir og félagslega staða tekin inn í myndina heldur þetta menningarlegir þættir og ég einhvern veginn og eins og við erum búin að vera að sjá núna í Evrópu og þetta það sem hefur komið mér kannski hvað mest óvart er miðflokkurinn það versta sem að gæti komið fyrir Ísland ef við bara veltum því er miðflokkurinn svona hatramasta afl á Íslandi gagnvart minnihlutahópum og öðrum. Og þá hugsaði ég með mér, jafnvel að þú ert á þeirri skoðun, að þá þarftu að horfa til Evrópu og sjá hvernig þetta hefur þróast þar, með því einmitt að reyna að þagga niður umræðum þetta. Það eru ef þú finnst miðflokkurinn slæmur, og þú finnst það bara að vera með ógeðfelldar skoðanir, það eru margfalt verri sjónarmið þaðan úti. En það eins og við einhvern veginn sjáum þetta ekki, Þú veist, það bara miðflokkurinn vondur, en ég meina það eru núna til dæmis Nigel Farage sem að þótti vera svo mikið fringe að bara fólk vill ekki snerta hann priki. Hann er orðin mainstream og núna er komin Robert Lowe sem er orðin miklu hatramari og hann segir bara að hann ætla að aflífa Pakistana sem er að brjóta af sér með einhverjum hróðalegum hætti. Þannig að þú veist, þeir eru byrjar að tala að taka fólk af lífi aftur í Bretlandi.
Við erum með eitthvað í höndunum hérna á Íslandi sem að félagslegt traust og menningarlegt svona ágæti sem að ég held að við hefum ekki bara að taka af létt út þegar að við erum að tala um það hvernig hlutinir hafa þróast í Evrópu. En það eins og þetta hefur svolítið með að gera með það sem þú sagðir áðan, sko. Miðflokkurinn núna allt í einu eru bara allir vinstriflokkinir farin að taka upp ykkar stefnu. En ég meina, og hvernig verður þá framhaldið? Fólk hugsar aldrei þróunina, þú veist, í svona 10 ár fram í tímann, sko. Menn forðast það og sérstaklega í pólitíkinni að hugsa og hvað svo. Það svona hvað tekur við af því sem við blasir við okkur núna. Og þessi mynd sem þú teiknar núna upp af miðflokknum, ég held að hún sé afstaða mjög lítils hóps, fámenns hóps. En það svolítið í tísku að segja. En háværs. Já. En ég held að það sé nú aðalega sko svona einhver svona eigin friðþæging þeirra sem þessu halda fram. Því að afstaða miðflokksins í öllum þessum flóknum málum, hún hefur fyrst og fremst, leyfi mér að fullyrða, verið byggð bara á skynsemi út frá nálgun á undirliggjandi staðreyndir. Það ekki eitthvað svona dogma eins og það kalla sem við erum að elta. Við erum að reyna að tala um útlendingamálina skynsemi. Við erum að reyna að tala um skatta- og efnahagsmál af skynsemi. Við erum að reyna að verja hagsmuni atvinnulífsins með því að nálgast atvinnulífið af skynsemi vegna þess að það nú það sem býr til verðmætin sem stendur undir öllum þessum kerfum sem við viljum hér viðhalda og styrkja. Þannig að þetta ég held þetta sé svona tilhneiging hjá þeim sem svona leggja síður í að taka efnislegu umræðuna á einhverjum svona grundvalla á staðreyndum. Ég held að þeir séu svona gjarnir að hoppa á þennan vagn eða í þessa áttina en ég hef engar áhyggjur af þessu. Þetta ég held að almenningur skynji þetta ekki svona. Það eru þessi þröngu hópar svona hvetja hvern annan áfram í þessari nálgun. Þetta svona dálítið eins og við sjáum 55 manna hjörðina sem að hrökka fjörunum í samfylkingunni út af brottfarastöðinni. Þetta þessir hópar verða bara að fá að nálgast máli með þeim hætti sem þeim gera, en ég held að það sé ekki líklegt til þess að svona gagnast hagsmunum þeirra sem veikast standa eða í viðkvæmustu stöðinni. Ég held að hagsmunir þeirra séu einmitt að við ræðum þessi mál bara öll af hófsemi, skynsemi, grundvalla á staðreyndum, hvað sanngjarnt og hvernig svona menning okkar svona lítur á hvert og eitt atriði. Þá til dæmis bara svo að því við nefndum það áðan og erum sammála um það að þáttaka transkvenna í keppnisíþróttum eitthvað sem við þurfum að ræða. Já, ég meina ég bara nefalega þjálfari. Já, bara akkurat sko og bara líffræðilega óumdeilt að karlar eru líkamlega sterkari heldur en konur og bara þannig það sko. En bara meginpunkturinn bara ræðum þetta allt saman, öll flóknumálin, alltaf með þeim kannski þeirri smá undantekningu að það gagnast ekki málstaðnum að vaða inn í flókið viðkvæmt atriði þegar allt svona, þegar eftirspurnir eftir því að mál springi í loft upp eins og í aðranda kosninga. Já, ég hef nú reyndar sagt það í núna nokkur ár sko að að versta sem getur komið fyrir þinn málstað að Woke-liðið takja hann upp sko. Já. Þá hann komin í útrýmingahættu örfáum árum síðan. En sko Woke-ið, ég held að það sé svona komið svona í þenn svona einhvers slags einstefnuloka. Þetta bara jafnt og þétt þetta að fasast út. Já, lífsloka meðferð. Þetta í einhverju lífsloka meðferð. Þetta tekur tíma og við verðum bara að leyfa því að taka þann tíma sem það þarf. Ég held að það muni sko mögulega lengja í svona lífsloka meðferðinni ef að menn gera mikið að því að svona gefa þeim tækifæri til að svona þétta hópin í kringum einhver furðumál. Já, tölum þá svona ímyndaðan veruleika, hliðarveruleika, ef að miðflokkurinn væri við stjórn í dag. Hvað mynduð þið gera? Hvernig sér þetta fyrir þér? Ef við horfum bara á stöðuna í landsmálunum, þá væri búið að taka svona mjög afgerandi ákvarðanir hvað það varðar að verja landamærin og hafa stjórn á þeim. Og þegar ég segi verja landamærin, þá þýðir það að hafa stjórn á þeim. Mynduð þið ganga lengra?
Já, og það sem blasir við bara þörfin á að skrifa nýja heildstæða löggjöf í útlendingamálum. Þessi svona plástrar sem við höfum sko alveg frá því að ráðherrar Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma fóru að koma með þessi smælkismál og alveg þar til núna. Þetta allt saman svona plástrar og smáskammtalækningar. Við stöndum bara bökkum þessi mál upp en segjum alltaf að það þarf að vera einhverju heildstæðari nálgun. Þetta væri eitt og útlendingamálin í framhaldinu myndu gjörbreytast og við myndum ná stjórn á þeim málaflokki sem er búin að kosta í fyrsta lagi alveg ótrúlegar fjárhæðir og hafa áhrif neikvæð á svona þessi grunnkerf okkar, en svo það líka bara þessi svona menningarlegi þrýstingur sem að hefur orsakast af þessu. Þetta eru útlendingamálin. Við værum á mun betri stað hvað fjárfestingar varðar og orkan sem er búin að fara til dæmis í þess að delluhugmyndum borgarlínu eru þetta alveg ótrúleg og enn er ekki séð fyrir endan og því þó mér sýnist það nú svona dálítið eins og vókið vera svona á fallandi fæti hugmyndin eins og Dagur B. Eggertsson setti fram og hafði sem borgarstjóri á sínum tíma og Sjálfstæðisflokkur þess tíma tók að sér að fjármagna, jafn þurrðult og það nú var. En ég held að þetta sé nú alltaf að komast í betri vegar. Í efnahagsmálunum þá væru skattar lægri. Það er alveg á hreinu. Við höfum í Miðflokknum kosið gegn öllum skattahækkunum frá því við komum inn á þing og það er engin sýndanmennski því. Við meinum það. En það sem þarf að ráðast til atlugu við eru útgjöld ríkisins sem hafa náttúrulega verið alltaf því stjórnlaus núna býsna langan tíma og það er megin ástæða þessa verðbólgu þrálátu sem við ekki næst stjórn á og það þetta næst ekki stjórn á henni meðan menn á milli ára þykjast vera í miklu aðhaldi en tvöfalda vöxt ríkisútgjalda á milli ára frá þar síðustu fjárlögum til þeirra sem nú er í gildi. Og síðan þetta kvakum að bara fjárlög sem verða lögð fram í september 2027 verði hallalaus, ég er hræddur að það sé ekkert annað en einmitt það. Þannig að í þessum efnum væri staðan allt önnur og þá væri verðbólguvæntingar lægri, verðbólgan væri lægri og stýrivextur væri lægri og staðan í hagkerfinu betri. Þannig að þetta nú svona, ef ég mætti draga fram einhverja svona 3-4 meginatriði sem að væru öðruvísi og skipta landsmenn máli, þá myndi ég nefna þessi, en svo eru þetta allt hitt, það sem að manni hefur þótt vanta skynsemi í málin langt árabil og við sjáum bara stöðuna í menntakerfinu, alveg saman hvort við horfum til PISA eða bara stöðuna í grunnskólakerfinu sem er eitt af dýrasta í heimi en árangurinn eins og hann er og þar fram til götunum. Það þarf einhverja svona, menn þurfa að nálgast þessi mál með nýrri sýn út frá nýjum forsendum og á meðan menn hafi ekki kjart til að gera það, þá einhvern veginn mallar kerfið áfram. Ég nefnilega það er mjög margt sem þú segir, en ég var að reyna að leita frétt, það var að mynda að koma fram núna á 10 árum hefur fasteigna verið hækkað 103%. Já. Og það er náttúrulega bara út af því að stjórnvöld hafa skilgreint húsnæði sem mannréttindi og gert það að verkum að þeir náttúrulega rústa ýmsum stoðum sem að við töldum áður vera góðar eins og það að fólk geti byggt sitt eigið heimili sem ég held að sé ekki bara efnahagslegu þrifnaður heldur félagslegu þrifnaður líka. Fólk hafi tök á því að takast á við það verkefni en við einhvern veginn höfum talið okkur í trúum það að byggja þessa forljótu svörtu kassa og kalla á fallega að það myndi koma til með að leysa vandan þar sem að fólk hefur ekki tök á að byggja sitt eigið heimili heldur þurfi að bæði að vera að reiða sig á forskrift hins opinbera það hvernig húsnæðismáli að vera en líka á sama tíma prenta peninga í óhóflegu magni sem er valdið gríðarlegri hækkun og ég held að þessi 103% hækkun hafi komið út af nákvæmlega þessu að við höfum talið okkur í trúum það að ef við bara prentum peninga og prentum peninga gennum Grindavík, prentum peninga gennum COVID, prentum peninga gennum allt að þá myndi hitt leysast út af því að við erum líka að hjálpa svo mikið á eftirspurnarhliðinni. Svo náttúrulega bara ríkur verð upp og við erum búin að vera að kasta ungu kynslóðinni sem er búin með veikum mætti að reyna að safna sig fyrir íbúð að búin að kasta þeim fyrir vagnin. Já, þetta er staðan sem blasir við okkur og við erum einhvern veginn það
það bara svo mörg mistök sem hafa verið gerð í tengslum við fasteignamarkaðinn. Það eiginlega þyngra en tárum taki. En það sem kannski stóra vandamálið að við erum búin að taka út miklu meiri launahækkanir heldur en framleiðinu aukning atvinnulífsins stendur undir. Það breytan sem að veldur mestum skaða í þessari heildarmynd. Síðan bætist ofan að það auðvitað lóðaskortstefna Reykjavíkurborgar, uppboð og endalausir íþyngjandi reglur og hækkun kostnað. Ég meina, hvað var það? 1000% hækkun á byggingarleyfis eða gatnagerðargjaldi fyrir bílakjallara. Það var einhver svona sturlun. Þetta var eitthvað ævintýralega galið og líka að áður en að verktaki getur komið af verkefninu þá var það opinbera búið að rukka inn 30% á hvern fermeter sem verður rukkaður svo í að lokum. Já, svo erum við hissa að fasteignaverð hækki. Þetta allt einhvern veginn þetta aftur bara, ef okkur tækist að ræða þessi mál út frá staðrindum og einhverju skynsemi og bara með það markmiði að hér gæti fólk komið sér þakki við höfuð aftur, en ekki bara við höfum ekki búin að búa til einhvern svona bákn, þar sem þeir einu sem gætu framleitt íbúðareiningu, einbýlishús, parhús, raðhús, fjölbýli, séu bara einhverju sem að hafa her sérfræðinga á sínum vegum að komast í gegnum regluverkið, hafa þannig eiginfjárburði að það búið að meiri sig að verða búið að íta flestum svona litlum verktökum út úr myndinni. Þá vil ég bara frekar gamla góð Ísland. Já, ég var með Jónas Atla þætti sem að kemur endar út á eftir. Ég með það ræða þetta. Ég var að segja að þessar þrengingar og við erum með lífsferilsgreiningar og einhver svona kolefnisjöfnuna dót Fullkomlega gagnslaust rugl. Já, ég var að mynda að segja frá því ég var á steipudeginu þá stýrði ég pallborðsumræðum og sem ég horfði við sali og ég var bara, finnst ekki öllum þetta gali og þau þorði ekki að segja það en svo komuðu tíminn eftir ráðstefnuna og sagði, jú, þetta alveg gali Já, og það skoðun þetta nú minn gamli bransi þetta skoðun allra sem að skilja málin en svo bara þorir enginn að spyrna við fótum þegar rugli kemur af færibandinu, kostnaður vex, framkvæmdatími lengist og þetta allt saman og bara, þetta bara partur af því sem kom okkur á þú stöðu sem, á þann stað sem við erum á núna ég ætla að sýna fólki hvað við erum að tala við erum að tala lífsferilsgreining eða vistferilsgreining Life Cycle Assessment, LCA stöðluð aðferðafræði sem notuð til að meta heildstæða umhverfis áhrif vöru eða þjónustu staðbundin og hnattræn yfir allan líftíman með öðrum orðum frá vöggu til grafar. Ég líka elskaði að segja alltaf from cradle to the grave. Þetta svo dystopíst. Það bara verið að setja mjög margt í gröfina með þessa nálgun á allt saman. Svo stendur með henni eru kortluð umhverfisáhrif vegna öflunar, hráefna, flutninga, framleiðslu, notkunar og úrgangsmeðhöndlunar fyrir viðkomandi vöru og þjónustu. Og sjáum við öflun hráefna og þá verið að meta hvert einasta skref frá því að öflun hráefna sett inn í framleiðsluna, fer inn í byggingaframkvæmdir, notkun umbætur á líftíma, niðurrif, það verið að vinkla inn umhverfisáhrif þess, hvenær þeirra byggingin sem að vonandi stendur í 100 ára eða meira. Við verðum báðir löngu dauðir. Já, það verið að skoða hver áhrifin verða á umhverfið í kjölfari. Svo endurvinnsla, endurnotkun og aftur í bygg. Þetta ævintýralegt. Þetta ævintýralegt rugl. Þetta eru bara þessi kerfi sem alltaf verið að búa til sem eru í besta falli gagnslaus. En eru eins og í þessu tilviki í raun skaðleg. Og það vantar einhverja svona viðspyrnu og það nú má nú til held ég samsögar færa að það megi halda því fram að við í miðflokknum síðan oft ansir hranalegi garð svona hugmynda og vafalust það uppbretta einhverju marki þeirra að svona einhverjir kerfiskallar sé ekki hrifnir af okkur. En við, hvort sem það þessi þvæla eða ETS-rugli sem að keyra Icelandair og skipafélögin í kaf, bara hættum þessu. Hættum bara þessu rugli.
Já. Þetta er, það er engin ástæð til að laga þetta. Nei, Það er ekki ástæð, bara leggjum niður fjölmiðlanefnd, bara sem er í besta falli gagnslaus, en sannarlega alveg öruglega sko til ógagns. Bara hættum að laga svona mistök, jafnlaunavottunin. Á hverju var hún ekki bara aflögð? Þegar menn loksins áttuðu svo því að það var ekki hægt að verja þetta rugl sem hefði kostað sko milljarða ofan í gagnsleysi sínu. Já, það er það sem mér finnst mikilvægast í þessu, sko fórnarkostnaður undan því að sko fórnarkostnaður til dæmis af þessum hérna LCA greiningum sem að ég er með hérna, að sko þær líka valda því, þið sjáu hérna, það er skilagátt, leiðbeiningar og mér skilst sko, einn verktaki sem að sagði við mig að þeir var að greiða sko eitthvað kringum 1 milljón fyrir kerfið sem að sko myndi reikna þetta út fyrir þá, svo þurfa að hafa 2 í því að klára þetta og skila því inn og svo fá þeir endurum en sko fórnarkostnaðurinn af þessu er bara byggingin sem þú ert að fara að kaupa verið dýrari. Ástæðan fyrir því, afleiðing af því að ETS-kerfi sé til staðar er bara að þú ert að greiða meira fyrir það flugfar sem að þú ert að fara að greiða fyrir. En fólk einhvern veginn hugsar ekki, þú veist það er bara neini, þetta er stóriðjan, þetta er stóru vondu verktakana, þetta er stóru vondu flugfélögin. Þetta er bara ég og þú og sko Jón og Gunna. Já. Og allur svona kostnaður endar á einstaklingnum, neytandanum. Því að sko, svona kostnaður getur ekki farið neitt annað en á endakaupandan. Og þetta er þannig að sko, þessi svona sjálfsblekking fólks, margra að minnstakosti, að þetta enda allt á einhverjum kapitalistum sem eiga fyrirtæki og eitthvað svoleið. Þetta er allt misskilning. Bara bankaskatturinn, hann endar bara á þér og mér og öllum þessum venjulegu borgurum sem skulda peninga eða þurfa þjónustu að halda. Nei, ég man nú bara nógu vel eftir því þegar þessi kerfi voru hérna öll kynnt til sögunar að þá var okkur selt það að þetta væri fyrsta lagi ekki fyrirtækin, það kom inn, ég veit ekki svo hvenær, ég skildi það ekki þannig að þetta væri frá upphafi, en það var sko að við værum að fara að fá svo mikla skatttekjur af þessu út af því að við varum að fara að selja einingar með okkar hreinu orku að við myndum koma til með að græða og svo ævintýra láta þessu. Og þá hugsaði ég bara ok, mér finnst það heimskulegt, en fæn, bara ef þetta er þannig, svo bara kemur upp á hattinum, herðu, play bara á hausinn, deginum áður en að loka greiðsla er komin á 1 daga upp á 2 milljarða, svo þeir eru nýbúnir í hérna einhverju endurfjármögnun upp á 4, þannig að þetta hefur verið stórt högg. Icelandair, hvað var það, 7 milljarðar eða eitthvað sem þeir eru að greiða, og ég var alveg, þið sögðu mig bara að ég ætti að græða þessu. Já. Heildarmyndin er aldrei kynnt og þetta er bara, við sjáum þetta í hverju þingmálun á fætur öðru, þar sem sko áhrif þingmála sem eru keyrð í gegnum þingið eru allt önnur heldur en það sem er sagt sko megin markmið og yfirlýst stefna þess, og þetta er bara gerist í hverju málun á fætur öðru og þetta er hægt að koma óvart í miður, en bara ég er nú sérstakur áhugasamaður áhrifamatskafla frumvarpa og þau eru yfirleitt einhver þvæla sko í miður. Já, ég mitt eins og þú segir sko, að svo hérna kemur þetta, þú koma spretthópar og fleira og við ætlum að endurskoða þetta sko. Og þá er ég sammálað þér, ég meina, þurfum við að endurskoða þetta, þurfum við að, sem með fjölmiðlunefnd, sem er eitthvað ESB-byggs. Hættum þessu. Já, bara hættum þessu. Ég vil ekki, og ég er ekki eins og niður sko, og þetta er líka svo sérstætt því ég er að krefjast þess að vera ekki skilgreindur sem eitthvað fyrirbæri sem getur farið fram á það að fá tekjur úr ríkissjóði. Það er þetta fullkomlega eðlilegt að skilgreina okkur 2 sem fyrirbæri en halda áfram. Já, Nei, ég er að reka, þú veist, ég er ekki fjölmiðill. En hérna, svo einhvern veginn kemur upp á hættinum og þau bara halda áfram og áfram. Og ég hugsa alltaf, sko, þetta var ekki miklu betra fyrir ykkur að þykja ykkar 1,5 milljón í mánuði og bara, þú veist, halda ykkur til hlés. Svo eru þeir að vaða bara í öll hlaðvörp landsins. Já, þetta er alveg óskiljanlegt, sko. Óskiljanlegt og ekki bara gagnslaust, heldur sko skadalegt. Já, einmitt. Það er nú bara staðan sem er uppi. Og ég held að það bara, ég nú bara að rifja upp sko hvaða mislukkaða kerfi hefur raunverulega verið aflagt svona bara síðustu 10 árum, að því nóg er af þeim. En sko það er bara, fyrirstaðan er svo mikil í kerfinu. Það eru komnir hérna einhverjir með sína pósta og finna til valdsins og þetta.
og stjórnmálin einhvern veginn hafi ekki kjark í sér og bara að því þetta er svo gott dæmi að því að bara nýbúið að afgreiða breytingar á þessu jafnlauna vottuna rugli sem að allir átt að sjá núna, líka Viðreisn sem keyrði þetta í gegn, að var þvæla, mistök og átt aldrei að verða og ég að rifja upp hérna Sigmundur Davíð skrifaði frábæra greinum þetta á Vísi bara í vikunni sem þetta var keyrt í gegnum þingið sem að eldist mjög vel og allt sem hann sagði þar raungerðist. En á hverju slökkva menn ekki á þessu? Hvað er það sem orsakar að menn geta ekki gengist við mistökum og sagt bara, heyrðu, ég er búin að átta mig á þetta gekk ekki upp, bara fellum þetta niður og bara augljóst að þetta er gagnslaust og bara milljarða kostnaðar og milljarða ofan, hættum þessu. Nei, þá er farið í eitthvað svona til að viðhalda þessu nú aðeins svona, svo menn þurfi ekki alveg að bakka með vitleysuna. Þetta finnst mér óskiljanlegt. Og þetta er eitthvað sem við til dæmis að því þú spurður hvað væri öðruvísi ef miðflokkurinn væri við völd, þá væri það að menn myndu bara klára að slá af það sem ástæði til að slá af. Aldrei eins og Míle hefur gert í Argentínu. Já, nei, ég meina Heiðar Guðjónsson sagði eitthvað á það leið að það væri ekkert lífseikt eins og tímabundin opinber úrræði sko. Nei, akkurat. Að það er eins og þegar eitthvað er sett á laggirnar sko, þá var það sjálfkrafa orðið eitthvað sem er orðið lífsnauðsynlegt, en jafnvel þegar við gerum okkur grein fyrir því að þetta er ekki lífsnauðsynlegt, eins og með fjölmiðlanefnd, trúir því einhver að fjölmiðlanefnd sé að verja lýðræði á Íslandi? Er einhver sem að hugsar til þess bara lýðræði á Íslandi? Já, fjölmiðlanefnd. Nei, engin. Ekki eins og starfsmenn fjölmiðlanefndar. Þeir vita að það er ekki. Nei, þetta er alveg svona... Og þetta er ekki meint sem einhver árás og þá persónulega, alls ekki. Þeir bara fara inn í þetta verkefni sem er illa ígrundað og ætti ekki að vera til staðar, en svo bara einhvern veginn mallar svona lagað áfram. Já, ég meina líka að þetta er bara svo mikið svona digurbarklega heit, sko. Ég myndi aldrei segja mig til dæmis að ég sé að verja líð, eða þetta er svo að þeir hafa sagt þetta, sko. Það sé að verja lýðræði á Íslandi. Já. Og maður bara svona, hvernig þetta er í huga að segja svona, sko. Þetta er líta frekar stórt á sig. En Beggi, við þurfum að fara að segja þetta gott. Þú ert að fara hvert? Það er fundur núna á eftir? Nú er þinglóksfundur eftir korter, sem á svona þess að fara við stöðuna í þessum þinglóka bygsi og þá svona ætli við sjáum ekki svona hvernig línurnar leggjast þegar líður á daginn í þessu öllu, en það er ótrúlega svona verkstjórnin, það er ekki mikil verkstjórn í henni. Við erum að sjá nefndarálit meirihluta í flóknum málum, sko, vera að koma út núna á síðustu 2-3 dögum og jafnvel ekki komið út nefndarálit í öllum flóknum málum og sko samkvæmt starfsáætlun átti þingið að klárast í dag. Þannig að þau verða nú valkyrjurnar aðeins að fara að spýta í lóana hvaða varðar að allavega þykjast af einhverja stjórn á hlutunum hjá sjálfum sér. Þetta verður allavega spennandi. Beggi, takk aðeinslega fyrir að koma. Gaman að kíkja. Og þangað til næst. Og ég ánægði með svona snembúna upptöku. Það ekki? Jó. Já, ég verða að afsaka hlustendur, það voru ekki margir að hlusta live. Við erum vanalega klukkan 10. Þannig að þinglóksfundurinn hnikaði því aðeins fram í tíma. Þannig að við þurftum aðeins að hnika til. Það skiptir einhver máli að hlusta flesti hvað sem er eftir á. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Beggi, takk aðeinslega fyrir að koma. Gaman að koma. Sjáumst. Bless.